smá vandamál með tæknimálin. Það kannski hefði verið best að nota bara gömlu góðu bækurnar. Það ofta, þó tæknin sé stundum góð og þá stundum getur hún tafið fyrir okkur. En það ýmislegt að dagskrá hjá okkur í kvöld. Já, ég heiti Helga Vilborg, þú sem ekki þekki mig og ég ætla að leiða okkur gegnum þetta kvöld. Yfirskrift Kristniboðsvikunnar í ár Guðs ríki í nánd. Og yfirskriftið fyrir samtalið í kvöld Guðs ríki og daglega lífið. Og Edda Swan ræðumaður kvöldsins. Við erum með KSF-ingar, þetta þeirra kvöld, þau eru venjulega með sína samvindur á 50-kvöldum. Og þau ætla að leiða tónlistan og löggjöfina. Og við fáum að heyra starf SIK, Sambands Íslenskra Kristniboðsfélaga, víða veröld. Kristniboðssambandið með starf eins og við þekkjum mörg í Keníu og Eþíópíu og í Asíu, Japan og einnig útvarpskristniboð og sjónvarpskristniboð í Austurlöndum, þannig að það eru mörg að taka og við fáum að heyra sitthvað af því í kvöld. Hulda Guðlusdóttir sem KSF-ingur, hún ætlar að hefja kvöldi með bæn. En við ætlum að byrja því að syngja saman eitt söng. Nú vona ég að þetta fara að koma hérna. Við fáum textan upp á skjáinn og eitthvað ætlar að standa á sér. Já, við erum bara að kynnast á þeim sem sitja við okkur á meðan. Spjalla eins og heilsa fólkinu kringum okkur.
Hulda. Ég sem sagt í KSF. Og já, ég var beðin að vera með orð og bæn. Og orðið sem ég valdi var Filippí, bréf Páls til Filippímanna, kafli 4, vers 4, sem að kannski flestir svona kannast við eða hafa heyrt áður. En það stendur: verið ávallt glöð í Drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Síðan heldur áfram, segir: ljúflyndi ykkar verið kunngjört öllum mönnum. Drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. En ég sem sagt, ég valdi þetta vers út af því að mér finnst að passa við, já, ég var sem sagt að ég geti verið með smá svona sögu. Ég var sem sagt að koma heim frá Bangladesh þar sem ég var í svona trúboði og já, og þetta passa við það sem að gerði sem sagt einu sinni fyrir okkur, eða ekki einu sinni fyrir mig, þetta er nokkur sinnum, en þegar maður er þarna úti þá það er mjög erfitt að vera þarna úti og maður þarf alltaf að muna eftir því að vera að biðja Guð að vera með manni og allt þannig. Og við vorum þarna, einn daginn var ég, það var mjög erfiður einn dagurinn og við vorum að fara út sem sagt, það voru eitthvað svona réttarhöld í gangi í bænum þannig að það var svona fullt að gerast og erfitt bara að vera kannski að einblína á Guð og á starfið sem við vorum að gera. En já, og mér langaði í rauninni helst ekki að fara út því þetta var svona vika sem ég var að leiða hópinn og það var ekkert allir að hlusta á okkur, en þá þægilega. En við sem sagt, já, við vorum að fara út í trúboð og bara svona finna það sem við viljum gera. Þess að við gátum ekki ákveðið neitt og það voru þessi réttarhöld. Og já, og við höfðum ekki náð að biðja almenna fyrir deginum. Og þegar við vorum komin út á götu, ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að vera út, það var svo mikið að gerast og ég var bara, hei krakkar, stoppum bara. Þannig við stoppum bara út á götunni og báðum bara Guð að koma og vera með okkur og að leiða okkur í það sem hann vildi að við gerðum, það sem hann myndi vera mest sýnilegur. Og leið að við vorum búin að biðja, þá lít ég upp og sé krakka í endanum á götunni. Og mér finnst mjög gaman að leika með fótbolta, fyrst þið þekkið mig, að halda lofti og leika með krökkum. Og mér var bara langa að gera það alla ferðina. Það var meiri mánuði liðinn af Bangladesh og ég og hópurinn vorum öll búin að vera að hugsa eitthvað, já, finnum okkur bolta og getum við bara að leika við krakka. Við höfum ekki fundið neitt bolta. Það er sem sagt Bangladesh er mjög ekkert svo ríkur staður. Þetta er já, bara mjög fátækur staður og það var erfitt að finna bara einhvern góðan bolta til þess að kaupa og leika með krökkunum. Svo sjáum við þessa litlu stráka í endanum á götunni leika með bolta. Leið að við vorum búin að biðja þetta eins og bæn saman og fórum og lékum við þau í 2-3 tíma. Og það var mjög gaman og þau skemmtu sér mjög vel og ég trúi því að bara krakkarnir hafi þá séð að já, séð Guð í okkur og bara þetta að við gerum þetta hérna. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð. Við skulum byrja saman. Elsku Faðir, ég vil bara þakka þér fyrir þennan dag, ég vil þakka þér fyrir, já, bara fyrir kristniboð og þakka þér fyrir þessa viku sem er gengið inn í garð og er bara að byrja, elsku Faðir. Ég vil bara biðja þig það að vaka yfir öllu sem er inni og bara vaka yfir störfunum þeirra sem er að gera hjá elsku Jesús. Ég biðja þig það að vaka yfir starfi Íslenskra Kristiboðsins. Ég biðja þig það að bara gefa þeim von og ennþá meiri þrá og bara sjá ávöxtun í því sem þau eru að gera, elsku Faðir. Ég biðja þig það bara að gefa það þetta kvöld megi vera mjög gott og já, við mögum bara finna fyrir nærveruninni þinni. Í Jesú nafni. Amen.
Góða kvöldið. Þetta Karlakór KFUM. Þetta hún Ásta Haraldsdóttir og ég heiti Laufey Gylfusdóttir. Við ætlum að flytja 3 lög og fyrsta lagið norskt lag eftir Mons Leifur Kakle og Ásta útsetti þetta lag. Þetta við texta eftir Lilju Kristjánsdóttur, Útvalið Guðsbarn. Ég held búið mikið upp á þetta lag og þennan texta. Síðan ætlum við að flytja neðra sálm, Varstu þar? Og síðan annar neðra sálm sem heitir Poor Man Lazarus. Útvalið Guðsbarn
blómstrað og verður bara betur og betur hverju vikur, hverju ári sem líður. Það er mjög gaman að sjá þetta engan enda taka, finnst mér. En við ætlum að halda áfram og nú ætlum við að fá að heyra starf Kristniboðssambandsins. Bragar Gunnarsson, framkvæmdastjóri Kristniboðssambandsins, ætlar að segja okkur frá starfi sík og víða veröld. Já, komið í sæl. Við erum Kristniboðssamband á Kristniboða og Kristniboðsakrinum og hvað er að gera, spyrja menn gjarna. Og við ætlum svona aðeins að fara yfir það í stuttu máli. Fyrir nokkrum árum samþykkti aðalfundur þessi nýju einkunnarorð, Kristniboðssambandi í trú, von og kærleika. Þannig viljum við starfa með áhersluna á trúna sem við boðum á Jesú Krist, með áherslu á vonina sem birtist í því að við biðjum til Drottins sem von okkar er til og hvetjum til fyrirbæna fyrir starfinu, og í kærleiksþjónustu og þeim verkefnum sem við höfum tekið að okkur úti. Og við byrjum á Japan. Kristniboðssambandi kemur víða við sögu út í heimi, en árið 2010 var samþykkt að hefja starf í Japan. Japan er með þeirra land í heiminum þar sem hvað fæstir eru kristnir, en Jesús elskar Japani og okkar er að koma boðskapnum kærleika hans til þeirra, sem engin veginn auðvelt vegna menningarmismunnar og hefða sem eiga sér djúpa rætur í samfélaginu þrátt fyrir nútíma væningu. Katsko og Leifur Sigurðsson hafa verið okkar vegum í Japan undanfarin ár. Þau eru nú hér heima í hvíldarleyfi. Þetta á halda út að nýju í sumar til starfa á Rokko Island fyrir utan Kobe í vesturhluta Japans. Það unna þau á vegum útlæsku kirkjunnar Japan, og ef þið munið eftir bókunum að villa sem að krakkarnir mín átti, þá ættu svona að finna villa hér og þar. Þá getið leitað að Leif og Katsko þarna. Þá förum við til Kína. Á síðustu öld voru íslenski kristniboðir í Kína á 30 ára tímabili, en landið hefur verið lokað hefðbundnu kristniboðsstarfi frá árinu 1949, en ekkert var störfað útvarpsbylgjurnar. Í samstarfi við Núrea Radio og The Voice of Salvation höfum við undanfarin 20 ár tekið þátt í að miðla fagnaðarerindum til fólks í Kína, einkum í sveitum landsins. Okkar hlutur fer meðal annars í gerð barnaþáttanna Popcorns. Kostnaðarhluti Kristniboðssambandsins eru 1 milljón á ári. Og þá förum við til Miðausturlanda og Norður-Afríku. Kristniboðssambandi hefur í tæp 20 ár stutt starf SAT7 sem sendi kristnilega fræðandi, hvetjandi og huggandi boðskap til milljóna manna á þessu svæði. SAT7 sendur út á 5 rásum á arabísku, tyrknesku og farsi. Síðan sérstök barnarás sem sendir allan sólarhringinn og 5. rásin sendir út úrval allra þessara stöðva. Áhorfendur sem vitað eru 14 milljónir og þar af eru 5 milljónir börn. Næsta, meðal gleðifrétta að nú fær tyrkneska rásinn að senda út á gervinetti sem tyrkneska ríkið rekur og nær því til mjög margra. Og þetta eiginlega stór frétt, því að þetta eina og fyrsta kristilega rásinn sem að færa að vera á þessum opinbera eða þessum gervinetti í eigu ríkisins. Undanfarin ár hefur SAT7 reynt að miðla boðskap vonar og huggunar til fólks sem þjáist vegna stríðs, ofsókna og flótta frá heimkynnum sínum. Síðustu 10 ár hefur Kristniboðssambandi verið formlegur samstarfsaðili SAT7, en í því felst meðal annars að greiða allavega 2 milljónir á ári til starfsins. Þetta er sem sagt einstaklega vel unnið starf sem nær til fjölda fólks sem við náum annars engan veginn til. Það var að Jambo Bana, við förum til Kenju. Frá árinu 1978 hefur Kristniboðssambandi sinnt margvíslegum verkefnum á sviði boðunar og kærleiksþjónustu í Pokot-héraði í norðvesturhluta Kenju. Lengi vel voru íslenski kristniboðar að störfum, en eins og fara menn aðeins í skammtíma þjónustu, yfirleitt sem sjálfboðaliðar, en kostnaður okkar snýr þá að ferðum til og frá landsins og innanlands og ýmsu öðru. Næsta, boðun og fræðslu eru lykilverkefni og hafa Íslendingar kennt á námskeiðum í Kapikúría fyrir verðandi predikara og starfsmenn safnaða og annað safnaðafólk sem tekur þátt í starfinu. Og síðast í haust voru þau skúluð og
Skelrún þar að verki. Næsta. Við höfum styrkt ýmsa kirkjubyggingar og oft eru aðrir heima, bæði söfnuðir, kirkjur eða einstaklingar sem að vilja styrkja ákveðna kirkjubyggingar í Bógott og við höfum þá miðlað því og séð til þess að peningarnir fari það sem eiga að fara. Og þörfin fyrir fleiri kirkjubyggingar vissulega mikil og sumir eru búnir með grunninn og aðrir eru búnir með veggina og sumir eru ennþá undir trénum. Næsta. Kristniboðssambandið styrkir útbreiðsluverkefni kirkjunnar í Bógott í því felst að greiða laun 4 presta sem eru eiginlega okkar kristniboðar á vettvangi. Við greiðum líka ferðakostnað þeirra og annað sem að býður að starfinu. Heimamenn greiða lítinn hlut á mótor okkur en framlag okkar eru 1 milljón króna í ár. Næsta. Kristniboðssambandið hefur lagt heilmikið til menntamála í Bógottsfirði á liðnum 30 árum. Þar á meðal uppbygging margra grunnskóla og framhaldsskóla og við viljum gera betur því menntun lykill að bættri framtíð og grundvöllur lýðræðislegs samfélags. Næsta. Sambandið styrkir nemendur til náms, einkum í framhaldsskólum héraðsins og sumir eiga ákveðna nemendur sem þeir styrkja með reglulegu framlagi. Og næsta. Í fyrra tók Kristniboðssambandið að sér að reka barnaheimili í Tjepareria, Rescue Center sem hjálpar börnum sem búa við erfiðar heimilisaðstæður og gerir þeim að kleift að sækja skóla leið og vel þau búið að hugsa í hinu ytra. Bandarísk kirkja sem kom heimilinu upp á sínum tíma segist ætla að halda áfram en við til dags þurfa þykir og kannski getum við nýtt á fjármuni okkar til að sinna öðru barnaheimili annar staðar í Bógott sem ekki komið almennilega upp úr jörðinni. Og þá förum við til Eþjópíu. Þar hafa íslenskir kristniboðar verið að störfum í rúm 60 ár. Í Konsov, í Vojto, Omoraty, Kidole, Bale, Solomon, Negerli, Valdera, Avasa, Harba, Minsk. Þetta eru svona helstu staðir. Kristniboðssambandið tók sérstaklega að sér Konsov uppbyggingu bæði húsakost og starfsins þar. Fagnarendi hefur unnið kraftaverk. Konsómenn voru flestir satanstilbeðendur en nú eru milli 40 og 50.000 manns sem játa trú á Jesú og tilbiðja hann sem sterkari en Satan. Í fyrra vorum við með sjálfboðaliða eða í haust, það var Karl Jónas Gíslason sem fór fyrra árun og síðan Jónas og Þórisson og Ingibjörg Ingvarsdóttir sem voru sjálfboðaliðar í 3 mánuði í haust. Þetta er næsta. Kristniboðssambandið styrkir umfangsmikið útbreiðsluverkefni í Vojto þar sem framlag okkar greiðir laun og ferðakostnað innlendra kristniboða eða predikara á svæðinu. Við erum því með okkar fulltrúa þannig lagað sér líka í Vojto. Í ár biblíuár hér á Íslandi og biblíumál í Eþjópíu hafa hlotið athygli Íslendinga bæði með stuðningi hins íslenska biblíufélags til þýðingar Gamla testamentisins á Konsómál og með framlögum Kristniboðssambandsins til þýðingar yfir á Tsemakko eða tungumál Tsemaimanna sem búa í Vojto. Kristniboðs hjálpar þeim fólki að lesa biblíunni. Kristniboðssambandið hjálpar þess vegna fólki að geta lesið biblíuna sín eigin tungumáli. Og næsta. Menntamál hafa verið hluta af kerfisþjónustu Kristniboðssambandsins í Eþjópíu frá upphafi. Meðal annars þessi heimavist sem þessar stúlkur voru eða eru á í Omoraty hluti af þeirri löngu sögu. Næsta. Það má segja að það var hafist með því að menn byggðu skóla í Konsov og síðan voru stettir á stofnun lestrarskóla og ýmislegt fleira. Í dag greiðum við kostnaðinn við lestrarverkefni í Omoraty og auk þess styrkjum við fyrrum predikara til að verða sér út betri menntun. Næsta. Í nokkur ár hefum við sinnt verkefnuna á götu skóla í Addis Abeba, þar sem reynt að bjarga börnum frá því að betla á götunum og bjóða þeim menntun í staðinn. Þetta unnið í samstarfi við 2 samtök sem að störfum í Addis Abeba. Það Hope for All Children eða Win Souls for God sem annað nafn, svona kristilegra.
og svo samtökin My Sisters og við greiðum fyrir menntun allavega 30 barna á ári með þessum hætti. Næsta. Og meðal þess sem að Kristniboðssambandið greiðir einnig hluti af rekstrarkostnaði kirkjunnar í Eþíópíu. En sem hefur farið minnkandi jafnt og þétt því unnið að því að kirkjan geti rekið sig sjálf og verði ekki háð styrkjum utanfrá. Svo ýmislegur annar kostnaður sem við greiðum í starfi sem snertir starf þeirra sem fara út eins og sjálfboðaliða, ferðakostnaður og annað slíkt. Áfram. Kristniboðssambandið hefur undanfarin 2 ár styrkt Janet Sewell sem starfaði sem kristniboði í Grikkland á vegum Hellenistic Ministries. Stuðningur var til að hjálpa henni að mennta sig frekar á sviði fjölmiðlunar með það í huga að ná með fagnarendi til fleiri með aðstoð netsins í framtíðinni og notkun myndefnis. Hún held ég eins og í Suður-Afríku en stefnir á það að geta þjónað drottni einhvers staðar í suðurhluta Evrópu eða kannski þjónað stærra svæði með hjálp margmiðlunar. Næsta. Kristniboðssambandið hefur einnig samþykkt að styrkja lítillega í ár Nóru og Gísla Jónsson sem stunda kristniboð og kærleiksþjónustu meðal fórnarlamba mansals og fleiri í Búlgaríu. Og næsta. Þetta köllun okkar að predika skuli í nafni Jesú öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þiggja fyrirgefningu synda. Og við þurfum fleiri kristniboða og okkur sagt að biðja herra uppskerunar fleiri verkamenn og við hvetjum ykkur til að vera með okkur í því. Að biðja fleiri, nýja, unga og þess vegna aldna líka kristniboða, fólk sem tilbúið til að fara inn í erfiðar aðstæður þar sem að blessunin og ávaxturinn getur orðið mikill og ekki einu viðbót. Það bara vísum í heimasíðun okkar. Ég þakka ykkur kærlega fyrir. Já, við sjáum á þessu að þetta eiginlega gríðarmikið starf sem að Kristniboðssambandið vinnur, ekki stærri samtök. Og allt þetta starf já, þetta byggir á því að við unnum með frjálsum framlögum. Peningarnir sem við notum í þetta starf eru gjafir frá hópum og einstaklingum og núna gefst okkur tækifæri til þess að taka þátt í starfinu með því að gefa. Það engin skylda að gefa. Við skulum bara hugsa hvað við leggjum út á hjarta að taka þátt og ég get lofa ykkur því að þessir peningar að þeir koma að góðum notum og þeir munu margfaldast og ávaxtast í Guðs ríki. Ég sjálf fengi það að starfa á Kristniboðssafninu og fengi að sjá ávaxtinn af þessu starfi og hversu ótrúlega mikilvægt það er. Og svona hvet ég ykkur að til þess að skoða hvað Guð leggur ykkur á hjarta að gefa mikið, en þess að segja það engin skylda og engin kvöð. Á meðan þá skulum við syngja Jesús hér er ég, send mig.
þakka þér fyrir að þetta starf sem við fáum að taka þátt í á þennan hátt, Drottinn. Við biðjum að þú blessir kristinbúðana sem að störfum og ég biði Drottinn að þú kallir fleiri til starfa á Akureyri. Og ég biði Drottinn minn ef einhver að velta fyrir sér og finnst þú vera að kalla, viltu gefa djörfum til þess að stíga fram. Drottinn, við erum aldrei of ungað og gömul til að taka þátt í kristinlegu starfi. Ég þakka þér fyrir þessa fjármuni, Drottinn minn, fyrir þú blessir þá og ávaxtir þá margfallega. Í Jesú nafni. Amen. Já, Edda Svan ætlar að tala til okkar út frá yfirskriftinni Guðs ríki og daglega líf. Áður en hún gerir það, þá ætlum við að lofa Guð saman í söng og samþykkja réttlega.